Kæru gestir, verið hjartalega velkomin á Stakkavíkurvöll. Nú er að hefjast fyrir Grindavíkur og Þórs Akureyri í 11. umferð Lengjudeildar karla. Við ætlum að byrja að kynna dómara leiksins. Aðaldómari er Pétur Guðmundsson og honum eru þeir Guðmundur Ingi Bjarnason og Ragnar Arelíus Sveinsson. Eftirlitsdómari er Jón Sigurjónsson. Bara komið inn gestina. Númer 1 í markinu Aron Birgir Stefánsson, númer 2 Elmar Þór Jónsson, númer 3 Birgir Ómar Hlinsson, númer 5 Axeli Mattías Kalermo, númer 6... Jú, heilir og sælir áriði góðir, verið hjartanlega velkomin á Stakkavíkurvöll hér í Grindavík. Hér er hefjast leikur Grindavíkur og Þórs í 11. umferð í Lengjudeild karla. Ég heiti Jón Júlíus Karlsson og með mér í þessari glæsur útsendingu er engin annar en Orri Freyr Hjaltalín. Takk. Velkomin til starfa. Þú ert nú fyrirhandi leikmaður beggja þessara liða. Já, til ansi margra ára, myndi ég segja. Já, og svo varstu þetta þjálfari Þórs hérna fyrir 2 árum síðan. Þannig að þú þekkir vel innviði hjá báðum þessum félögum. Já, mér er að kasta undir rútuna þarna fyrir 2 árum, en þarna, það er greitt og græðið. Já, eitt sinn Þórsari á að Þórsari. Já, þetta er eitthvað svona sem nú tekur ekki úr mönnum. Nei, en sem betur verð þá ertu meiri Grindvíkingur heldur en Þórsari. En við skulum bara byrja að fara hérna aðeins yfir liðin sem að leika hér í dag. Í markinu hjá Þór er númer 1 Aron Birgir Stefánsson, númer 2 Elmar Þór Jónsson, númer 3 Birgir Ómar Hlinsson, númer 5 Axeli Mattías Kalermo, númer 6 Kristján Atli Martinsson, númer 9 fyrirliði Þórs Alexander Már Þorláksson, númer 11 Mark Rochester Sörensen, númer 14 Aron Ingi Magnússon, 17 Fannar Daði Malmqvist Gíslason, 19 Ragnar Óli Ragnarsson, 23 Ingimar Arnar Kristjánsson. Varamenn Þór eru Ómar Castaldo, Bjarni Guðjón, Nikola Kristinn Stanjovits, Kristófer Kristjánsson, Valdimar Daði Sævarsson, Rafnar Máni Gunnarsson og Bjarki Þór Viðarsson. Þjálfari Þórs er Þorlákur Már Árnason og honum til aðstoðar eru þeir Sveinn Leon Bóasson og Jónas Leifur Sigursteinsson. En já, leikurinn er að hefjast hér fyrir að stað hér og það er smá vindur á sunnanmarkið hér í Grindavík. Því er ekkert... Nei, sko, ég var að ljúga yfir að segja þetta var lítið vindur, en þetta er alveg hellingur. Já, en þá lið Grindavíkur númer 1 þar í markinu er Aron Dagur Birnisson, númer 5 Tómas Orri Róbertsson, 7 Kristófer Konráðsson, 8 Einar Karl Ingvarsson, 10 Guðjón Pétur Lýðsson, 11 Símon Logi Tassafong, 15 Freyr Jónsson, 16 Marko Vardits, 17 Dagur Örn Fjellsteð, 20 Dagur Ingi Hammer Gunnarsson og 26 fyrirliði Grindavíkur Sigurjón Rúnarsson. Varamennu Grindavíkur Ingólfur Hávarðarson, Viktor Guðberg Hauksson, Eddie Horvath, Martin Montipo, Alexander Veigar Þórarinsson, Lárus Orri Ólafsson og Dagur Traustason. Helgi Sigursson, þjálfari Grindavíkur og honum til aðstoðar eru þeir Milan Stefán Jankovic og Benóni Þórhallsson. Já, leikurinn er komin í stað og Þórsararnir fengu hér svona fyrsta hálffæri leiksins. Já, þetta var full þröngt. Já, þetta var... Já, náði ekki að koma góðu skot á markið. Grindavík leika hér án Bjarka Aðalsteinssonar sem er í leikbanni. Óskar Örn Hauksson er frá vegna meiðsla, sömuleiðis Dagur Austmann. Er einhverja leikmenn sem vantaði í liðið Þórs, Orri? Sko vantar og ekki vantar. Þetta er svona... Þeir hafa verið í töluvöru meiðsla brasi og svona allan að kom mér óvart að Bjarni Guðjón skildi ekki verið í byrjunarliðinu. Hann er nýkominn úr U19 verkefni. Já. Og eins með Bjarka Þór sem hefur nú yfirleitt verið í byrjunarliðinu svona þegar hann er heill heilsu. Já, það er En svona, já, aðrir eru með. Já. Og og alltaf gaman að því skilu. Það eru 7-11 uppaldir í startinu hjá Þór. Já. Og við erum með svona 3,5 hjá okkur Grindavík. Já. Aron Dagur er eiginlega orðinn Grindvíkingur. Já, það var að 4. Hann er búsettur hér ásamt fjölskyldu sinni. En svona liðin aðeins að fóta sig svona í byrjun, svona pínu, hvað segja, svona losarlegt fyrstu mínúturnar. Já, góð fréttin er þar að Grindavíkurvöllur eða Stakkavíkurvöllur eins og hann heitir núna er allur að taka við sér í sólinni. Hann lítur ekkert eðlilega vel út héðan, sko. Hann er mjög svona fjarskafallegur verður að segja. Hann er eins og margir aðrir grasvellir í smá vesinni.
Hér vill nú Freyr Jónsson fá aukaspyrnu en fær þá innkast. Grindavík í 4-4-2 má segja. Já, hvað segir við, 4-3-3? Já, 4-3, alveg pjúra. Við erum með svona, já, svona, kom mér óvart þess að Bjarki var í banni að hann skildi taka mark og setja hann í hafsend. Já. Það var svona, hann frábær hafsend skilur en svona, minnst hann eiginlega vera of mikilvægur á miðunni. Já, hann með Guðjón Pétur og Einar Karl inn á miðjunni. Þeir eru nú svo sem reynslu miklu leikmenn. En við svona séð það í mörgum leikjum að það getur eiginlega bara verið aðeins auðveldara að leika á móti vindi í öllu uppspili. Sko, fyrir alla góða fótboltamenn er betra að spila móti vindi heldur en með vindi. Hérna nú brotið á Frey aftur. Þá boltinn alltaf að koma til þín heldur en að fara frá þér. Þetta er mikilvægt leikur fyrir bæði lið. Þósurum hefur gengið bölvanlega á útivelli og Grindvíkingum hefur gengið mjög illa á heimavelli. Já, þá hlýtur þetta að fara bara jafntefli. Það er svona eiginlega skrifað í skýin svona fyrirfram en ég sem starfsmaður hjá Grindavík kallaði sjálfsögðu eftir sigri hér í dag. Ja, sko, Þór búinn að fá, held ég, 1 stig á útivelli og markatalan er átakaleg. Já, á útivelli. Já, en þeir hafa ekki Þeir hafa tapað einum heimaleik held ég. Ef ég fer með þetta rétt. Þeir er allan að koma 12 stig á heimavelli, 1 útivelli. Einnig vinnur Marko boltann í afturstu vílinu hjá Grindavík. Kemur honum á Kristoffer Konráðsson sem að leikur stöðu vinstri bakvarar. Grindvíkingar ekki alveg nógu vel að halda boltanum. Nei, vindurinn náttúrulega er að stríða. Og við erum ekki að setja pressu á undan myndinu, sko, sem svona kemur með pínu vort. Þósararnir þó innkast. Það er að sjálfsögðu góður stuðningur í stúkunni hjá Steiniskalda. Steiniskaldi, þeir gefast aldrei upp, sem betur fyrr. Marko boltan vel á miðunni en Einar Karl í ykkur smáveri hana en finnur leiðin út úr þessu. Ágætlega að spila hjá Grindavík en Tómas Orri ekki nóg var sig hana. Marko vinnur boltan, hann er búinn að vera mjög góður hjá Grindavík í sumar. Hann leikir náttúrulega alveg djúpur á miðjunni og líka aðeins framar. Hann svona ásamt Kristoffer Konráðs og Sigurjón hafa svona verið mínir uppáhaldsmenn svona að vera í sumar. Já. Ég glemdi nú að kynna dómara leiksins. Það er nú enginn annar en Pétur Guðmundsson. Lögreglu varðstjórinn. Það er eins gott að hafa hann hérna á gossvæðinu, kláran. Þetta fengið ykkur yfirvinnu í kvöld. Honum til aðstofar er Guðmund Ingi Bjarnason og Ragnar Arelíus Sveinsson. Hér er Símon Logi að reyna skot og Já, fín tilur. Já, hann setti einmitt gott mark á móti Ægi úr svipaðri stöðu. Þetta er bara þú ert að spila undan vindi, þá viltu vera með boltan nálægt marki andstæðingsins þegar skot á 30 metrum er bara eins og skot á 15 metrum í logni. Já, Símon Logi fekk traustið í leiknum móti Ægi, skoraði 3 og er búinn að skora líka móti Þrótti. Hann er búinn að skora 4 mörk í síðustu 2 leikjum, hann er heldur betur svona með mikið sjálfstraust núna. Þetta er svona strákur sem hefur allt bara, það hefur kannski bara svona vantað það að fá svona stöðuleika, leik eftir leik. Já. Og ég vil ekki segja það bara sé komið núna. Ég ætla rétt að vona það. Vindur Freyr í baráttunni og hann vinnur boltan og fær innkastið djúpt á allarhelmingi Grindavíkur. Það var líka spes að sjá Freysa starta í hægri bakk. Hann
Já, hann hefur ekki spilað þessi stöðu í sumar held ég. Spilaði held ég einhverja 2 leiki á undirbúningstímabilinu í þessari stöðu. Já. En hér eru Þórsararnir að koma með vinstri vænginn. Sendi ykkur fyrir en Marko vandan á vaxinn. Hér nú Einar Karl í smá brasi en þetta reddast. Nú galop með öllu fyrir okkur, nú þurfum við að vera fljótur upp. Kristófer ekki að finna neitt samherja. Innkast. Það fannst mér vanta bara meiri kraft í Grindvíkinga. Þarna bara sýnir enginn eitthvað svona Vill lengi fá boltan. alvöru hlaup eins og hann ætla bara að gera eitthvað, sko. Menn bara svona jogga upp með boltanum og það er ekki vanlegt til árangurs. Þórsararnir eru mikið að svona stilla sér fyrir fram að varnarmenn Grindavíkur. Ég sko, þeir verða bara sáttir með 0-0 inn í hálfleik, sko. Það er bara þannig. Smá létt handalögmál hann inn á vellinum. Já. Þetta held að Gauji hafa nú bara verið að sýna Alexander hvað hann ítt í hann. Þórsararnir komast hérna upp vinstra megin og fá innkast, eða ekki? Þetta hefði náttúrulega verið að brot, fannst mér. Já, frábær sending hjá Símoni. Einar Karli það það bara að fylla box. Sérðu. Það er allir á sama stað sýnist mér. Þetta var vel gert þarna hjá Degi en engin. Já, það vantar bara aðeins mannskap. Kemur Kristófer. Hann er leikið með boltan en hann hefði mátt nota Einar betur með sér. Þessi farinn út af innkast sem Grindvíkingar eiga. Þarna fannst mér eiginlega allir hlaupa á næstöng. Já, svona við hlaupum vel fram en það kannski vantaði svona aðeins hvað að segja, vera svona pínu sniður hlaupunum líka, svona plata varnarmanninn. Já. En flott sending hann hjá Símoni í gegn á Einar. Já, þetta er þú þarft ekkert að gera eitthvað stórkostlegt til þess að koma þér í fína stöðu, þetta er bara spurning um að tveir leikmenn tengja það saman með sending og hlaupi. Marko er að vinna ansi marga boltan aftast. Hann er að geta allt sem kemur þarna. Hann er nú brotið á Degi, hann var rétt hjá Pétri. Ég byrjar þetta bara stutt yfir á Sigurjón. Sigurjón er fyrirliði á Grindavík í dag, svo sem ekki viðskipti á ferlinum. En Óskar hefur verið fyrirliði Grindavíkur á leiktíðinni. Og svo Bjarki Aðarsteinsson og þeir eru báðir fjarverandi í dag. Það er gott að geta valið úr góðum möguleikum sem fyrirliða. Það er nú ekki oft þannig hjá öllum liðum. Það er ekki karakterinn í þetta lið á Grindavík. Þarna var Símon nálægt í að stela. Ég vil bara sjá Grindvíkingana koma alla leið upp. Bara... Já, þeir eru full svona passífir á... Já, veist. Og svo skrítin sending hérna hjá Þórsarunum. Vantar svakalega upp á að
Grindvíkingarnir haldið boltanum betur sín á milli. Símon þarf að vera vakandi fyrir að vera ekki rángstæður. Þetta er annað sinn. Þetta er svo dýrt. Þetta er spurning um að labba 5% hraðar og koma út úr rángstöðunni. Pétur fyrir en þetta er að döst. Tómas alltof æstur hér. Já, við erum svona, þú veist, þegar við mátt séns á góðum mómentum, þá höfum við svona verið að klúra þess. Það er ekki sniðugt að vera að reyna svona erfiða sendingar við þessar aðstæður. Svona bolta þurfum við bara að pressa, þetta er hoppandi og skoppandi og þessi, ég gríp þennan. Þessi bara beint í kameruna. Hann hefur fengið gíró fyrir þessari, það hefur verið bara þannig. Hann er ekki valinn leikmaður mánaðarins hjá Ós. Nei. En þetta slapp til, hann fór í gáminn. Ónægja allan hana. Grindvíkingar að færa boltann betur. Og þetta er hættuleg sending. Ég veit ekki alveg hvað Guðjón var að spá þarna. Nei, hann er búinn að eiga 2-3 svona þetta er vel bjargað hjá Frey. Glórausa bolta. Enn og aftur erum við bara sjálfum okkur vestir hérna. Og ekki veit ég af hverju Dagur Fjellstir boltan fara þarna. En það er skotfæri og þessi bolti dettur inn í teiginn og Þórsararnir í vænlegri stöðu en spila út. Á fyrirgjöf og enginn sem að tekur þennan bolta, þannig að Dagur Fjellsteð fær hann bara einn óréttur hér úti hægra megin. Sá ekki hvað gerist þarna. Ja, hann er svona að gefa loka tiltal fyrir þessa tæklingu áðan. En þú veist, enn og aftur eigum við séns á að gera eitthvað þokkalegt, en Lélegar sendingar á milli manna. Já, þú veist, hvort sem það sé skortur á hreyfanleika á fremstu mönnum eða bara lélegar sendingar, þá erum við ekki að ná að tengja eitt eða neitt. Símon vill á aukaspyrnu, fær ekki. Já, bara ítrekka, ég vil sjá okkur miklu fram við höfum bara að pressa þessu bolt. Þeir má ekkert að líða vel hérna á útivelli. Vel gert hjá Símoni og þá Dagur Hammer, hann getur skotið. Hann er einar að vinna sín á völlin en missi boltan. Vel gert hjá Kristjáni Atla þarna. Hins vegar bara skjóta þessu. Og þetta kemur. Ég vil bara sjá okkur miklu aggressífara á markið. Þetta er fínir skotsisar. Flottir skotmenn, bæði Gauði og Einar Karl. Já, algjörlega. Það sparka frá markinu, ekki spila stutt. Þessi bolti út af. Skal segja þér eitt leyndarmál, Orri, að á móti svona vindi þá er betra að sparka hérna yfir hægra megin, áttina stúkunni. Svona töluvert meira líkur á að halda boltanum inn á vellinum. Þú þarft að sparka í gegnum boltan svo hann kljúfur vindinn. Ef þú ætlar að leyfa honum að fara upp vindinn, þá er þetta farið. Það er ekki rétt úr gólfinu. Nú er Pétur að skamma Svein. Og það er ekki fyrst skipti sem hann hefur verið að skamma á ræðinni. Því skal ég lofa. Það er nú ekki búið að vera neitt þannig til þess að skammast yfir. Nei, þetta er ekki mikið eitthvað. Eða hvort það var út af þeir stóðu báðir eða. Já.
Þessar bekkjarreglur eru oft svona skrýtnar. Já. Lítil þolinmæði fyrir Já, sko, ég tók hérna bekkinn fyrir nokkrum árum með GG, tók 2 leiki og ég var hryggbrotinn, ég gat ekki setið. Já. Og var ekki að segja neitt, en ég stóð bara hliðina á bekknum. Þú vantar það ekki rauð. Og það var allt brjálað, skiljum við. Ég þurfti alltaf að fá mig sæti. Ég sé ekki mun á því að vera með einn kolvilsan standandi eða 2 sem sé ekki neitt. Nei, það er bara mjög klassískt svona. Það upplifir ykkur upp. Já, ánægð með þetta, bara hleypa þessu upp. Já, frábær skalli hjá Tómasi yfir á dag. Þetta þarf ekki alltaf að vera eftir einhverju kokkabókum. Þetta er vel spilað og dagur fyrir og þetta er hotspyrna. Langbæsta sóknin okkar í leiknum, bara fastleika eftir bara langur bolti, 1 flikk, komin í alvöru stuð. Já, nákvæmlega. Leikur í loftinu segja stinningskaldi í stúkunni og nú þarf Dagur að sýna að hann þekki vindinn hér norðanáttina í Grindavík og koma þessu inn á teginn, taka nú ekki klessuhorn. Nei, það kemur óvart. Já, Þórsliðið er nú alls ekki hávaxið. Það er alltaf einn á markmanninu með svona alltaf því. Kemur átnið og þetta er léleg hotspyrna hjá. Þetta er alveg bara skelfileg hotspyrna. Skelfilegt. Hann bætir að börn núna. Kemur góð bolti fyrir og hér er nú haldið í Sigurjón og Pétur Lögga. Það er bara markspyrnu. Þetta er... Ég er sammála honum, þetta hefði verið mjög ódýr vítaspyrna. Já, en þú veist, sammála því. En hann var samt þarna að leika sér eldur með að halda í Sigurjón. Er að bjóða úst, heldur þess að lengi hann. Þú bara halda smá, sleppa. Já. Því, áttum að taka hann á takti, hann hefði aldrei náðs. Svo er þetta spilast auðvitað aðeins svona lífsmark betra hjá Grindavík núna. Það er bara leiður fyrir að stíga aðeins á það og vera svona aðeins snarpar fram á þau, ekki vera sáttu við að spila bara til hliðar og tilbaka. Við erum heimaðalli, við viljum skora, við viljum vinna. Já, það bendum þeim sem eru heima í Grindavík að vilja kíkja í sólbað, þá er mjög gott að vera í loftinu í stúkunni. Já, þetta er bara, það getur svona 35 gráður. Þarna er nú aukaspyrna, já, þetta er hörku skotfæri. Við þurfum að, já, Guðjón Pétur er nú ansi líklegur þessu færi, myndi ég skjóta á. Já, hann er búinn að skora 2. Skoraði bikarinn á Dalvík og líka móti Ía í fyrstu umferð. Móti Ía. Þetta er alltaf mjög erfitt að verjast þessum skotum. Sjáum hvernig Gauji tekur þetta. Hann bara að koma þessu á marki, það er svo erfitt að reikna vindinn fyrir markmanna þar að segja. Já, hann þarf bara að koma þessu á þá línu að sóknarmenn og varnarmenn trufli markmannin. Já, ég mynd. Það er typist. Sjáum hvað Guðjón Pétur gerir. Jæja. Er að varnarmenn eða hotspyrna. Það er Einar Karl sem skokkar og tekur hana. Hotspyrna fjær eða nær okkar megin. Og svo áhörundir að spá hérna í reiknum hérna frá stúkuna, ég veit ekki hvort hann sjáist. Ekki að fara á þessu sjónarhorni. Nei. Það sést kannski hérna. Þá er eitt og annað að ske hérna. Já, við erum hérna með náttúruna með okkur í bil. Heyrðu, það er bara eins og höfum ekki tekið hot bara áður. Þetta er örugglega æft. Þetta er þetta frábárbolti og þetta er... Sörru, þetta var æft. Já, þá hann aftur. Taka slaka og... Já. Þarna besta færi á Grindavík, Símon Logi svona... Þetta var vel gert hjá Tarunum í markinu Þór. Svona að það hefði margir getað þypast af Símoni. En hann gerir hárrétt og hélt stöðunni sinni. Já, nú vil ég fá sér alveg á hotspyrnu. Guðjón Pétur tekur þetta núna. Og þetta er góð spyrna. Og Sigurjón. Í slána eða ekki? Það er markspyrna. Sko... Fór þetta ekki í slána? Ég bara skil ekki hvernig... Já, þetta hlýtur nú að fara í slána, veist að boltinn endaði þarna út af. Dauða færi á Grindavík en Sigurjón bara kominn aðeins og langt. Hann ætti nú að þekkja hennar völl, hann er nú farin að vinna aðeins hérna á vellinum. Kastegna salinn sjálfur.
Allt fasteignir eða ekki? Ég heldur betur. Vel gert hjá Þórsarunum sem halda og hafa nú dæmt aukaspyrna. Þrjú brot segir Láki. Það heldur vantarlega að dæma hvað bakhendingu og peysutoga á Einar Karl. Hann bakkaði nú bara inn í Einar þarna fannst mér. Og ég er frá Þórsarunum hornspyrnu. Klaufalegt hjá Freyr. Freyr hefði hann ekki reynt þennan bolta, hann var kannski geta fengið markspyrnuna. Þetta er rángstað, þannig að það verður ekki neitt úr þessu. En við sjáum það hér hins vegar á þessari mynd að reykurinn sem er hérna í hægra horninu, það er í góðstöðarnar við Litla-Hrút. Og þetta, þrátt fyrir yfirlýsingar frá Vogamönnum, þá er þetta innan Grindavískrar landsögu, eða lögsögu. Sko, ef þeir vilja þetta eldgos, þá með þeir alveg eiga mínu vegna. Ég er svona gæt til að gera meira svona. Þeir eru svo sem búnir að fá okkar skerf. Já. Herru, langur bolti. Þessi, fer ekki mikið. Þetta er skemmtilega sparkað á Markó. Þarna erum við að setja press á, skilur. Við komum með boltan hátt upp. Hérna verða mörkin skoruð. Skiptir engum máli hvað að gera hérna tilbaka. Okkar allra bestu menn í Steinískalda eru konur í Víkingaklappið. En Grindvíkingaklappið. Já. Hér er Tómas voru að leika sér upp. Þetta er vel gert hjá Tómasi og hann fær hornspyrnu. Já. Nú þurfum við bara að fá upp út úr þessu. Já, 25 mínútur liðnar af þessum leik, staða markalaus. Hér á Stakavelli. Það hefur alltaf verið hálfæri, skilur. Þetta er svona tveir krossar sem... Það var nú skall í slá hérna fyrir 2 mínútur. Já, ég er ekki viss að fara í slána. Kemur Gauji með draumabolta. Þetta er blokkað. Kemur Gauji aftur með fyrirgjöf endalega. Spila í 2, sérðu. Skemmtilega að spila en sendingi. Jæja, Tómas. Dagur Fjellsteð sem að reyna fyrirgjöf en hann er í gjörgæslu þarna. Það er gert hjá Degi sem að bara fær aukaspyrnuna væntanlega. Já. Þetta var aldrei spurning. Það var hann Mark Rochester Sørensen. Aðeins og aggressífur. Hann skilur ekki einn í niðrum. Nú treysti ég á Einar Karl sem er búinn að finna aðeins hærra boltaflug. Þetta er svona erfitt hvernig þú eigir að taka þetta, skilur, veist ég. Já, það er... Þetta er bara... Þetta var ekki nægilega gott hjá... Nei. Og það er nú Þórsari sem liggur eftir. Það verið það að lent saman við Símon Loga sem er nú... Sérðu hvað Þórsari þetta er? Þetta er Elmar. Já. Þórsararnir setja allan bekkinn af stað, hitt upp. Geti trúið að fara að lægja hérna í hálfleik. Sko, samkvæmt. Þetta er léleg aukaspyrna. Þeir eru Einar Karl að gefa aftur aukaspyrnu algjörlega óþarfi. Þórsararnir þessa aukaspyrnu lyfta honum út í hornið og geti ekki að bæja þessu frá. Það er hornspyrna. Sko, þetta er nú fiskið sem Þór kemst svona upp völlin í svona korter.
Þannig að ætli skorið það ekki núna? Skulum ekki vera, þetta er innkast eins eða hvað? Þetta er innkast. Já, þetta er innkast. Það taka langt innkast eins vegar. Og ná að flikka þessu og skot og þetta er í Grindvíkingu frá marki. Kemur boltinn inn á miðuna. Kristján Atli tekur hann niður. Vel gert hjá Marko og vinnur enn eitt návíð. Hér er eins vegar þessi bolti víðsverði hjá þetta er vel gert hjá Frey sem verst vel hérna. Sko, akkur setjum við alltaf boltana beint upp miðjuna þegar maður er að losa aðeins. Já, þetta var athyglisvert. Þá kemur fyrirgjöf og Freyr nær að koma honum á Aron Dag. Bara hengdi það aðeins upp í hornin. Þá vorum við bara svolítið hefnir Já, þú veist, við vorum Þórsararnir voru meðvendalausir í þessari sókn. Að búa þetta til fyrir þá. Svona, með að vera að koma boltanum inn í allt og þröngu og erfið svæði að óþarfa. Hann kemur hérna aftast og sækir boltan en við vorum að fara á Sigurjón. Sigurjón skipti það yfir á Þetta er alltaf langt. Já, þetta er ekki góð skipting hjá Sigurjóni. Við erum ekki að nýta okkur vindinn eitt sérstaklega fyrir hálfleik. Nei, við þurfum bara núlstilla núna, bara byrja upp á nýtt. Svo vorum að gera þann fyrir nokkrum mínútum. En við þurfum að fara að skapa eins meira ef við ætlum að skora. Það er frekar lítið að frétta. Hér kemur annar bolt mynd á okkur. Já, þar er Símon Logi í baráttu en fær ekkert fyrir séns nú. Þá kemur Sigurjón út í vörninni, vel gert hjá honum. Heldur áfram bara á ferðinni. Bara alla leið, gert. Og Svo það fylla bóks. Jæja. Það var slök snerting hérna hjá honum. Ég held samt að þessi bolti hafi aldrei nokkuð verið farin. Nei. Þetta var alveg skelfileg snerting hérna hjá Degi. Það koma með hann strax fyrir. Kannski að línunar hjá Ívan Júkóts hafi verið skakkar? Nei. Það er engar líkur á því. Helgi Rósar sínum mönnum jákvæður. Kemur sendinginni fyrir og kaplöp en þetta er allan tíman öruggt hjá Aroni Birki í marki Þórs. Þórsararnir ná alltaf að koma sér á fína stöðu, hérna er Rangstad eða hvað. Og hérna er Aron Dagur vel og það er ótrúlega að hann skilur ekki að lyfta plagginu á það. Nei, þetta var alveg mjög Þetta var pjúr Rangstad. Já, fannst hann vera mjög Rangstadur en það var bara mitt sjónarhorn. Þetta var eins og ekki samfærandi hjá Grindavík hérna miðjan, hún bara boltinn á komin yfir hann alla á 1 sekúndu. Það er erfið spyrna hjá Aroni markinu. Og þá tækifærið eða hvað, nei. Og Dagur Örn. Þú þurfum bara að fá menn í box og Þórans að taka menn á. Þetta er nú aukaspyrna, en ekki dæmt. Jú, hann sá þetta, hann sá snertinguna. Ánægður með dómgæsluna, heyrðist mér. Þetta var bara rétt, hann var sparkað í hann þarna. Og Einar Karl sem framkvæmir þessa aukaspyrnu. Sko, frábærspyrna er mark, það er bara þannig. Mediuspyrna gefur okkur tækifæri að vinna fyrsta bolta. Þetta er of hátt.
þetta þarf að vera neðar og koma meira á markið. Já. Einar Karl í hasar á miðunni. Hér Dagur Fjellsteinn bara kærulaus. Já, við erum svona að leita. Nei. Þetta á viljandi. Nei. Pétur stígur hérna fyrir. Áfram með leikinn. Þegar við vinnum boltan, það skiptir svo miklu máli að finna fyrsta örugga boltan í öruggt svæði. Þannig að sá sem fær hann getur snúið og fengið valmöguleik. En við leitum alltaf svona í einhvern svona pressubolta. Frábærlega gert. En nú bara einn inn í teig og enginn á leiðinni. Það mátti Freyr ekki gera að lyfta boltanum en hann setur hann á Daga Hammer. Snýr, sendingu fyrir og Símon og svo Freyr í slána! Þarna var Freyr Jónsson nálægt í að skora fyrsta markið í leiknum. Já, sko, þarna sérðu, þetta hægri bakfrur komin á nærsvæði. Þarna eiga sko bara miðumenn og frammerir og allir að... Þeir eru frábær bolt. Vantar einhvern til þess að ráðast á boltan þarna. Það líf í heimamönnum núna. Já, þetta 10 mínútur eftir af fyrri hálfleik. Staðan markalaus á Stakkavíkurvelli. Þetta óöfni hjá Freyr hafi ekki sett hann inn. Hann náttúrulega bara fekk boltan allt í einu í lappirnar. Bara spurning og hefði hann hitt markið þá þetta mark. Markmenn ekki fara að verja svona bolta á mittasfæri. Það þá bara grís. Þarna finnst mér Tómas vera í miklum snúningum á miðunni. Staðan fyrir bara að losa á næsta mann. Innkast. Rússarnir vildu fá okkar meira fyrir sinns nú þarna en fengu ekki. Kemur fyrirgjöf hjá Þórsurum og halda boltanum inn á. Gert hjá Sigurjóni sem vinnur boltan. Hann búinn að vera fínn hér í fyrri hálfleik. Ekkert út af hann sitja. Það var tæp sending. Þarna bara þurfum við að vera miklu grimmar að geta unnið svona setjabolta. Þarna erum við bara á skokki. Algjöru skokki. Þarna var hreyfingarleysi hjá Grindavík og Sigurjón var lengi að losa boltan. Það bara hann ekkert að drepast og valkveða með að spila fram á þau sko. Nei. Hér bara Dagur í allt of erfiðum sendingum. Þetta alveg hryllilega svort. Þarna má ekki leikmenn vera eitthvað að taka sénsa inn á okkar eigin vallarhelming. Já, bara enn og aftur alltaf að reyna að tróða boltan inn í eitthvað svona pressusvæði. Bara, halda honum og spila í örugsvæði. Við erum að gefa þetta 10 sinni fyrirleik, vera svona bara að gefa þeim boltan strax eftir að við erum búin að vinna. Miklu meira gáfulegum sendingum frá okkar liði. Það ekki spurning, en þá kemur mark með fyrirgjöf og Sigurjón nú heppinn að hann fór boltið sitt í höndina á honum en hann fór reyndar í löppina á honum fyrst. Vel gert hjá Kristófer sem skalla frá og aftur vinnur hann boltan eða hvað. Það brotið á honum, ekki dæmt.
Þetta nú klaufalegt hjá Kristófer þarna. Og enda með hotspyrnu. Enginn sem kom að hjálpa honum, enginn sem nálgaðist hann. Ég veit ekki alveg hvar okkar menn voru þarna. Hann stóð bara einn í sínu. Þá kemur hotspyrnan hjá Þór. Hún á næstöngina. Skallinn frá Alexander hittist mér. Þeir fá hana möguleika. Marko skalla frá. Þá Símon Logi. Og þessi endar hjá Aroni Degi. Þetta smá pyrring síns mér hjá Grindavíkurliðinu. Já, þetta svona núna skilur við, þetta er bara hægt hjá okkur. Þetta er alltaf hægt. 1 touch, 2 touch. Það er bara spilar enginn hratt. Það er allar aðstæðan pínu erfið skilur vindur og svona, en þú þarft að vera bara að hugsa áður um það boll. Getur ekki tekið 1, 2, 3 og svo fara að spá hvað á að gerast. Já, ég er enn og aftur að tapa boltana bara úr innkasti. Spila bara hraðar, lendur ekki í þessu. Þessi bolti ætti að vera farinn. Farinn, flakkar dómarinn. Það já, 39 á klukkunni hér á Stakkavelli, þannig eitthvað annað hérna á klukkunni hér. Já. Enn og aftur erum við að tapa boltanum hér. Það er erfitt að spila líka undan vindinum. Boltinn er alltaf að fjúka frá þér. Og þá Þórsararnir með fyrirgefstöðu, Marko hreinsar frá. Og þá kemur erfið sending tilbaka. Bara liðið að stíga alla leið upp. Þessi tækling var nú svona að tæpast af vaði, slapp til. Þá kemur Freyr og Einar Karl. Einar Karl á lengi að athafna sig. Þetta var dapurt. En við erum bara að hugsa hvað ætlum að gera áður en boltinn kemur. Það þarf að ganga aðeins hraðar. Já. Það var brotið af Sigurjón hittist mér, já, tósaði í hann. Og hvað má að sjá? Við erum bara fljótið, bara lyftum þessu upp. Það Grindavíkurlið allt og sent að snúa og byrja næstu sókn. Glóruleg sending. Frekar. Já, þú veist, bara, hvað var boltamanninn að gera? Hann horfir á sjögæði fyrir fram að sig, það er enginn að sína eitt eða neitt. Menn standa bara kjurir og horfa á hvort annan, það bara skeður eitt. Já, þrátt fyrir frekar tíundalítinn fyrri áleik, þá nú banastuð í stúkunni hér. Já. Stinningskaldamenn eru... Þeir klikka ekki frekar en fyrir daginn. Þeir eru einstakir. Já. Þetta nú vel varist á boltinn, ekkert brot þarna. Nei, það dæmt aukaspyrna þarna, það var nú ekki rétt dómur hans mér. Já. Langur boltinn í hornið og Matti út af. Það beint út af.
Erfið sending tilbaka og Sigurjón þarf að redda þessu. Full, hér slæm tækling. Freyr á leiðinni í gulu bókina. En þetta var nú lélegt hjá Gauja þarna að missa boltann. Þetta bara svona eins og fyrirhverjum búið að vera, skilur. Bara kæruleysi léleg touch. Að taka hérna aukaspyrnur og get ekki, Ingvarsdóttir get ekki framkvæmt það með sóma. Að gefa Þórsurum trekk í trekk först leika. Já. Já, Helgi þarf eitthvað aðeins að nústilla Grindvíkinga hér í hálfleik. Þeir eru svona full hæstir. Það bara svona, það eru fáir að sýna mér persónulega að þeir vilja vinna hann leik. Ég myndi vilja svo miklu meira svona ferskleika og meiri samheldni, skilur, og svona menn séu svona meira á tánum og langt frá síðasta leik, þannig að menn ættu nú að vera ferskir og sprækir. Já, og bara svona, bara svona ferskari, skilur, bara bæði í höndum og fótum og Hér boltinn inn á miðjan teig, en það Aron Dagur vandan á vaxinn. Svo núna, skilur, við erum bara á röltinu upp, völlin, skilur. Menn eru bara, að hafa bara þægilegt, skilur, bara ef þú vilt vinna fótboltaleiki, það kostar alltaf $7 og blóð, yfirleitt. Frábær sending yfir á Kristófer Konráðsson. Og þá þarf einhver að koma út, tegin hjálpunum. Frábær fyrirgjöf. Frábær bolti. Já, hérna sýndi Kristófer hversu frábær hann vinstrifót hann með. Já, sér hvað þetta einfalt, skilur. Þetta eitt langur bolti, komin í leikstöðu, frábær fyrirgjöf, færi. Já, það ekki til betri tími til að skora mörk, heldur rétt fyrir hálfleik. Það eru 44,5 mínútur liðin að þessum fyrir hálfleik hér frá Stakkavíkurvelli. Og Dagur Ingi Hammer Gunnarsson að fara að taka horn. Ég held að hann sé að fara að skora hreinlega bara beintur horninu. Hefði á svona tilfinning. Já, þetta lítur vel út. Nei. Einar Karl á fjær og nær ekki að skalla boltan aftur út í teiginn. Þórsararnir vantarlega vilja fara til búningsherbyggja í stöðunni 0-0. Já, ég menn, þeir hafa ekkert verið lakari aðalinn, skilur, þannig í þessum fyrirháleik. Bara við höfum fengið lítið færum. Grindvíkingar hafa ekki verið að svona, finnst mér, skjóta nógu mikið á markið á móti vindinum. Nei, bara Eða undan vindinum þarf að segja. Vel gert hjá Frey og Degi. Fjellstið eru nú... Þessi fann upp á þakka, eða ekki? Já, það er sundlaugina. Borinn í pottinn. Já, uppbútt á tími hér í fyrra hálfleik. Já, þetta er skemmtilega gert. Kristján Alli á síðustu snertingu fyrri hálfleik, staða markalaus á Stakkavíkurvelli. Þeir eru að liðin ganga til búningsherbyggja og við ætlum bara að draga okkur í hlé og sjá okkur aftur þessu kátt í seinni hálfleik.
Jú, velkomin aftur í beinútsendingu frá leik Grindavíkur og Þórs í 11. umferð í Lengjudeild karla. Staðan markalaus í hálfleik hér á Stakkavíkurvelli. Seinni hálfleikurinn að hefjast. Mikil stemning í stúkunni, sól og blíða. Það vona að allir hafi borið vel á sig Sólávör. Sterk íslenska sólin. Já, það veitir ekki að Grindavíkursólin er helvíti sterk. Hún getur verið lúmsk. En já, seinni hálfleikurinn farin af stað og Grindvíkingar leika á móti vindi. Það verður gaman að sjá hvernig það þróast núna, hvort að Þórsararnir verði með boltan og sé að þvinga okkur niður eða hvort að við svona, já, okkur ætti að líða betur núna á boltan á móti vindinum. Og hér byrjar nú Grindvíkingar bara með smá ákveðni og Kristofur Konráðsson hér úti á kantinum. Þá Marko að skeiða hérna völlin, hann er snöggur. Úf, og hérna er nú Já, flott tækling hjá Kristján alltaf. Velur tilbaka hérna hjá Grindvíkingum og Dagur með einakall með sér, finnur aftur Kristófer. Og hér er skrítinsending hjá Marko, finnur þó og hér er Gaui í einhverju brasi. Og þetta er nú klaufalegt hjá Tómasi Orra. Já. Hér hendir hann sér bara niður, hann Alexander Már Þorláksson. Jæja, nú er galopin völlur. Og hér er tækifæri, farið á hann bara, með Frey með þér. 2 og 1. Sending fyrir. Úf, þessi bolti var aðeins svo nálægt, en það var enginn sem svona gerði allugu. Nei, sko, öll miðan var ekki nálægt bóksin hjá okkur hann. Nei. Enginn sem gerði allugu nær og enginn út í teiknum, þannig að þetta var litla móða þarna fyrir Frey. Þetta er 4 byrjun hjá Grindvíkingum á móti vindinum. Það er kannski aðeins auðveldara að spila á móti vindinum og er Freyr með fína skalla. Og hér er nú haldið í dag. Já, aukaspyrna dæmd. Já, vel gert hjá honum. Og hér er Marko kærulaus. Og langur bolti. Þetta er hræðilegur bolti. Já. Alveg hræðilegur. Það byrjar alltaf á okkur svona asnalegri sendingu hjá Frey og þeir svona ná ekki með að taka rétt ákvörðun í kjölfarið. Þórsararnir hér í álitli stöðu, en þá kemur Símon hérna upp. Já, nei, hann er ekki boltanum. Það er skot í samherji, finnst mér. Boltinn fíkur bara þá inn í. Já, þetta eru höfn. Já. Það náði þennan bolt eitthvað lengst. Brotið veggir í guðlásunum. Það þarf líka bara að spila þetta skynsemi aftast á vellinum hjá Grindavík. Því er ekki að gefa ykkur þversendingar hér. Það er erfitt að sparka boltanum upp völlin. Þórsararnir er að fá ansi marga seinni bolta. Og Kristofur Konráðs með flotta sendingu út um kantinn. Svo bara verður að fljótt að taka engasti og færa liðið. Já, Dagur vill ekkert fá boltan. Þetta er bara svona, við erum nú hægir. Bara leyfum alltaf að koma sér í varnarstöður. Og hérna þetta er nú að vera brot, ekki dæmt. Dagur Fjellsteinn tekur hann niður, finnur Frey. Freyr fær enga samherja. Það er bara sjálfur, gerir þetta vel. Fína skiptingu inn yfir. Þá er Grindvíkingar í góðri stöðu til að gefa fyrir. Þetta er frábær sending fyrir, en þetta fer í horn. Þetta var gert hjá Frey sem að tók bara skarið þarna. Bara vinnu sinn mannskilu, þá reyðlar varnarleik andstæðingarna.
þá svona yfirleitt opnast ágættis svæði til að spila inn í. Já, Dagur Hammer tekur hornið fyrir Grindavík. Kemur inn á næstöng og þetta er frábær skalli og þvílík markværsla. Þetta var frábær markværsla. Hver átti þennan skalla? Einar Karl, þetta sýndist mér. Já, ég mér varst hann mókar ansi langt inn úr markinu. Já. Þetta var býsna gott horn hjá Grindavík. Dagur aftur með hornið. Hann svipaði hann fjær. Sigurjón Ósk. Og aftur er hann á vaktinni. Þarna var hann Tómas Orri sem átti síðasta flikkið. Og hér er nú rangstæð held ég. Alveg hrottaleg rangstæð. Já, hér er línuvörðurinn bara í tómu brasi. Þetta var langt fyrir innan. Þetta var rosalegt. Það var svona 4 metrar fyrir henni. Já, línuvörðurinn í einskismannslandi má segja. Nú skrítið vegna þess að hann hefur líklega bara verið að horfa á leikinn. Þetta virðist yngast en ekki það, áfram með þetta. Og Símon Logi tekur boltaninn upp, heldur honum. Ábrotið á honum, þetta er hárrétt, það heyrðist nú. Já, ústu. Við erum þá fljót til að taka boltan og Þá gefur hér leikmannum með 14 gult spjald. Aron Ingi. Já, og hann ætlar að þar við sitja. Já, hann alltaf nikkaði boltar með burtu sem svona kannski. Ég veit ekki hvað Aron Ingi er að gera hérna, hann er eitthvað að þvælast hérna fyrir og bjó nú bara til þennan fassa einn og óstuttur. Þetta er barnabarn Eggerts Magnússonar, fyrrum hérna Stjórnarformanns West Ham og formann formann KSÍ til hann sem margra ára það ekki. Já. Og Þórsararnir þá með skrítna sendingu og þá kemur Tómas Orri með hjálp með sér. Já. Og nú þurfum við bara að fylla línur, nú þarf vinstri kanturinn að koma. Þetta er skemmtilega gert hjá Degi, ég var ekki alveg hrifinn af þessu með fyrstu sín. Fannst þetta óþarfi. Nú þurfum bara að ráðast á menn, skilur, þetta er bara að taka einn og einn. Já, þetta er snirtilega gert Kristófer, missir boltann aðeins frá sér. Já, Guðjón Björn vinnur boltann. Þórsararnir í svona smá brasi að hreinsa frá. Boltinn fer bara út af. Já, það er svona meiri ákveðni finnst mér í Grindavíkurliðinu í upphafi seinni hálfleiks. Svona full rægir fannst mér í fyrri hálfleik. Sko, þetta er þessi vindur er svo hættulegur. Ef þú spilar undanvindi þá heldur það að það er svo létt, skilur, en maður þarf bara virkilega að vanda sig að spila undanvindi. Já, það er alveg hárrétt. Svo kemur inn í hálfleik, skilur, og verður hræddur við að spila móti vindi og kemur vel peppaður og þetta er vel gert hjá Grindavík. Já, Ingastið. En sko, við erum að reyna, ekki það reyna, við erum meira búin að pinna þá niður heldur en þeir okkur. Þessar 9 mínútur sem er búin að setja inn. Já, Símon Logi hérna með slaka sendingu sem endar í innkasti. Og Þórsararnir þeir hafa ekki eitt Markó og hér er nú haldið í Símon, leikurinn fær að halda áfram. Já, réttilega dæmd aukaspyrna, þetta er hárrétt. Þó að Láki fórni í höndum að þá er þetta hárrétt. Varstjórinn með þetta allt saman upp á 10, hann er búinn að dæma hann að leik bara mjög faglega. Já, það er ekkert verið eitthvað stórt issue, skilur, sem hefur fallið. Nei. Við erum hvort meginn, þetta er Þeir eru svona... Já, hér er skemmtilega að spila á Grindavík og Freyr kominn í dauðafæri. Þetta er vítaspyrna, dómari. Hann lítur að vera.
Hann hlýtur þetta var vítið þarna, hann var klárlega hrint í baki á Frey. Þegar við vorum að mæra hann Pétur og þá hann bara hreinlega með lokuð augun. Já, ég held að Þórsararnir enda steinþeyjar á bekknum núna, fyrst skipti í leiknum. Þetta var augljóst að þetta allan að frá okkar sjónarhorni. Þá fannst mér þetta að vera hrein og klár bakgrinding. Já, það svona hefði alveg mátt dæma það sko, en við erum verið mjög auðvelt að dæma vítið það. Ég vil komast aftur til Akureyri frí, þannig að ég segi bara sem minnst. Já, ég skal taka þetta alveg á mig. Býtum við, já, hér skoppa boltinn. Þá kemur Dagur með fyrirgjöf. Þessi bolti yfir. Símon Logi dauðafærin, skóplar honum einhvern veginn yfir. Mér fannst hún örugglega verið töps af varnarmanni eða? Já, mér haldið það með hvernig boltinn fór sko. En þetta liggur í loftinu á Grindavík, það nokkuð ljóst. Það þurfa bara Grindvíkingar halda áfram. Fyrstu 10 mínúturnar í fyrri hálfleik hafa verið, seinni hálfleik hafa verið sprækar. Mjög góðar. En eins og við ræddum það aðeins auðveldar að setja boltan fyrir sig og ég veist, þetta líka bara svona, þetta svakalega andlegt skilur, eins og menn halda alltaf bara að það sé einhver algjör skandalla að þarna. Tómas Orri að þræða Dag Hammer í gegn, gengur ekki, en skandalla að vera ekki yfir undan vindi skilur, en bara þú veist, það bara erfitt að spila með vindi. Já. Bara svona almennt sé leiðilegt fyrir leikinn að vera að spila við svona vindasamar aðstæður. Já. Það fær hann leik, hann var kl. 10 á kvöldin, þá yfirleitt logn hér í Grindavík. Já. Og þetta vel gert hjá Markó sem skýlir boltanum og Freyr þá með sending út á vinstri kantinn. Þar kemur Dagur, finnur Guðjón Pétur sem vill skjóta ef ég þekki hann rétt. Gera það ekki. Og sending fyrir Símon Logi, nei. Þeir var hann vakandi í markinu hjá Þór. Já. Við erum mjög líklegir þessar mínúturnar. Já. Þórsararnir kannski örlítið skelkaði líka, sýnist mér. En það má ekki. Kemur bara svona allt eða ekkert bolti. Já. Bara byrja þetta stutt og keyra völlinn. Kristófur með fínan bolta hérna en Einar veit ekkert hvað hann er. Fínn bolti. Besta mögulega niðurstaða, við fáum enga stótt upp á vellinum. Já. Ég held að við ættum einhvers stig. Nei, við áttum þetta ekki. Það var bara beint út af. Hér Freyr í einhverju brasi og hann náttúrulega á gulu spjaldið, hann þarf að passa sig. Hér þetta með gult spjald á Guðjón Pétur. Og ég veit ekki hvort hann að vera að dæma á þetta undan eða þegar hann... Já, sko, hann náttúrulega krydda þetta með bara gamla góða season all hann í lokinn, sko, Já, en það var alveg brott. En var þetta ekki aðeins aftar á vellinum, þetta nú... Við treystum bara varastjórunum fyrir þessu. Já, þetta var aðeins aftar þetta, eins og hann að... Þetta skotfæri klálega fyrir Þórsarana. Mér sýnist. Ég verður að fara út af. Já. Hann búinn að eiga fína leik, en hann bara svona aggressífur skilur, búinn að vera þessar opinn með brott. Já, hann á svona absínu gulu. Nú hann búinn að færa bolta svolítið framar, sýnst mér. Þórsararnir að gera breytingu eða hvað? Völlurinn svo fín sleginn inn í Grindavík, hann var verið með að stilla boltanum hér upp á þess að hann hreyfist. Það Elmar sem ætlar að skjóta. Við erum með 3 í vegg. Já, væri til að hafa 4. Já, Elmar. Já, þetta bara yfir. Og það Viktor Guðberg sem að koma inn á
leikmaður nr. 15 sem kemur á velli, Freyr Jónsson. Já. Þetta skynsamlegt. Freyr búinn að eiga fínan leik. Já, hann búinn að vera sprækur í þessum leik og hann bara svona eiginlega kominn á hann svona einu alvarlegu brotið frá því að fá rautt. Hann bara á senast sens og Þórsararnir gera skiptingu. Nikola að koma inn fyrir Ingimar Arnarsson sem þannig að þá setja þær Alexander upp á topp. Ingimar ekki sést mikið í þessum leik, hann náttúrulega var ábyrgandi hérna í leiknum móti Víking þar sem hann skoraði í bikarnum. Þeir náttúrulega voru bara að verjast í fyrri hálfleik skilur og þarna. Þetta mjög frambærilegur strákur, búinn að þjálfa hann. Heyrðu, þetta var skrýtspyrna. Búinn að þjálfa þennan strák lengi sko og þarna, hann, er mjög efnilegur. Já, flott sending hjá Viktori sem nýkominn inn á og þá kemur Kristoffer í overlappið að hvað. Dagur gleymir eiginlega boltanum. Og þetta klaufalegt hjá Degi Fjallsteð. Það fannst mér bara að Dagur Hammer ekki fara nógu djart á fyrsta mannin þarna. Ég segja bara einnáttur, við erum ekki nógu fljótir að hugsa. Við erum alltaf að taka einu aukatötsu og mikið og þá bara fáum við ekki svo opnu leikstöður. Þegar þú ert að spila hratt í einu tömmu snertingu, þá kemst upp með það. En þú ert að taka þriðja fjórðu, þá bara verður rest. Mjög skrítinn. Sigurjón með sendinguna hérna fram og Dagur nær að framlengja en Símon var ekki mættur. Þetta er bara allt í lagi, við fáum bara boltan strax aftur. Við viljum ekki hafa boltan. Já, klukkutími liðinn að þessum leik. Vel skallaði Símoni og þá Einar Karl tekur einn á, finnur Dag og hann brjónar sig í gegn. Hérna mun hann litlu. Vilja fá annað víti. Já, ég held að hann er vel lítið. Ég er sammála því. Þá Viktor. Það er víti á þetta. Ef þetta er bakrytting þá veit ég hvað var þegar Freyr var tekið niður einn áðan. Já, þetta var rosalega. No comment. Þarna verður línan að halda hjá tríónu. Það fá líka að heyra það eins úr stúkunni. Já, þetta var spes flaut hjá Pétri. Já, eiginlega bara óþarfi sko. Þetta var svona, það var enda alltaf kannski erfitt fyrir hann að dæma ekki. Hann flaggaði ansi duglega AD2. Já, það var kannski nauðbeygður bara. Hér Þórsararnir komnir upp á. Annaðhvort ertu bara. Og hér er hann að skora. Mark Rochester Sørensen að skora hér. Upp úr nánast engu. Þarna fannst mér nú varnarleikurinn hjá Grindavík vera fyrir neðan allar hellur. Já, þetta var mjög dýrt. Mjög dýrt. Þetta var eiginlega bara miðanleitt boltan bara farið yfir sig og kom slök fyrirgjöf fyrir hann einhvern veginn þetta. Nú þarf Pétur að skulda okkur vítið sem hann rændi okkur hérna. Já, hann
hann stoppar ekki í shake ef þetta fer svona. Það er nóg eftir að þessu. Það er 25 mínútur eftir að venjulegum leiktíma. Nú þurfa Grindvíkingarnir einfaldlega bara að vera kúl á því, höndla hans mótlætið og vinna úr því. Já, við höfum ekkert spilað eitthvað seinna áleik, skilur, en bara fáum lítið út úr því. Þósararnir vil ekki halda boltanum inn á vellinum. Voru raunverulega ekki búin að skapa sér nánast neitt fram að þessu. Ég átti þess að einu aukaspyrnu þarna. Það er svona hættulegt sem hefur gert í þessu leik. Grindvíkingar eiga á bekknum Alexander Veigar, sömuleiðis Eddie Horvath. Hann tækifæri á að blása til sóknar. Og þetta er nú aukaspyrna, já, á miðbeygður fannst mér Pétur þarna til að stæma. Þarna þurfum bara að vera röskir að taka, bara koma okkur í svæði. Kemur boltinn fyrir, frábær fyrir ekki og... Sérðu, og það er bara... Nei, það er eitthvað rangstöða sýnst mér. Hann er rosalega grimmur að lyfta flagginu hans. Já, þarna var nú Einarkarl bara klaufið, en Símon átti náttúrulega að sneiða þetta bara í hornið. Já. Pétur aðvarar Þósarana að fara að tefja. Hann skrítið, hann dæmdi eiginlega allan fyriráleikinn á brota á hann Alexander. Það eru góðsættir þessi rángstæða. Áfram með leikinn, segi ég nú bara. Já, eða meiri orku púður í hvert í þessu. Dagur hérna uppi og þá settingin í teginn og... Sure. Já, þetta er líklega rétt að Einarkarl aðeins og set. Já, þetta er bara no call. Kemur löngspyrna frá Aroni, þetta er vantarlega yfir alla eins og venjulega. Já. Og bara í markspyrnu. Smá vesen hérna hjá Grindavík, losum ekki boltann á réttum tíma. Og Guðjón vinnur boltann. Og þetta vinnur. Nei, halda hann niðri. Vel gert hjá Degi Fjellsteð, kemur hérna 1-1. Þú eru bara sterk, hlaupinn í teg. Góð sending inn í teginn, en... Við bara einhvern veginn erum hvergi, sko. En nú er breyting. Já, Grindvíkingar að gera skiptingu. Þetta Horvath að koma inn á. Þegar það eru rúmar 20 mínútur eftir af þessum leik. Ég myndi taka einn mínútur. Já, ég sammála því. Ég vil að færa Markópar inn á miðuna. Það er ekkert liðspil í þessum leik. Lítið, þetta er bara svona fínt að vera með tvo frammi. Þetta er nú tæft hérna, en Marko nærar er hérna rétt.
Sýndist hann vera að sína merkið að taka Guðjón Pétur út af. Einar út af. Já, Einar Karl kemur út af. Þetta Horvath kemur inn á, þá vill hann Það er alveg nóg að vera meitt sittandi í svona stöðum. Við erum að tapa. 20 mínútur eftir. Já. Skipting á Þórsurum. Tvöfald meira að segja. Já, það er Valdimar Daði og Bjarni Guðjón að koma inn á. Væntanlega fyrir Aron Inga og Fannar. Hann kemur Eddi hér á skeiðinu. Hann vinnur hornspyrnu. Já. Fín innkoma hjá honum. Íhuga að taka hana stutt, en ger ekki. Eddi á hann bara inn í teig. Þeir eru búin að vera öflugir í þessum hornspyrnum. Allan að hættulegir. Þessi slök. Kemur skemmtilegur bolti. Þetta var skrítið strax lagstur hérna. Ég held að Þórsararnir séu svolítið að fara að leggjast hérna næstu mínútur. Já. 20 mínútur eftir aðeins. Já. En ég hef nú komið áður inn á þessum útsendingum að ég hef með mjög einfalda reglu fyrir þessu. Hún er... Já, bara ef þú leggst niður og þú þarft aðstoð, þá bara automatist 3 metur út af. Já. Það myndi nú fá að liggja þá. Já, menn, þú veist. Ekki nema bara að það væri eitthvað. Til hvers að liggja, þú ert ekki í fótboltinn, skilur. Nú, það er bara einast það. Þú tefja, taka taktinn úr leiknum. Hér hendir hann sér bara niður. Þetta er bara hendi og guldspjald. Hún sparkar svo boltann í burtu. Það finnst mér Pétur eiga standi lagnar. Þetta er leikarskapur og þetta er viljandi hendi. Já. Bara guldspjald og ekkert annað. Kemur sendingin inn fyrir, boltinn dettur fyrir Dag. Dagur fyrir og Símon Logi hérna vill á víti og hann fær víti eða hvað? Nei, hann fær guldspjald fyrir dífu. Já, hérna hér. Þetta er athyglisverð niðurstaða. Já, hérna hér. Þetta bara sá ég ekki nógu vel. Nei, ég er sammála því. Mér fannst þetta bara vera... Fannst það bara vera að snúa sér og vera rifið í hann þarna. Pétur ætlar ekki að gefa okkur vítaspyrnu hér. Við þurfum bara að halda áfram að bíða eftir víti eða marki. Hann lítur að hafa séð þetta gríðarlega vel, víst, að ná hver að gefa hann gult spjald. Já, víst, þetta er bara svona taktli, skilur. Hann horfir bara leikarskap hérna og það er flagga á leikarskap. Já. Akkur ekki guldspjald. Já, hann grípur boltann. Já, veist, og grípur boltann með höndum þokkabót. Já. Já, vel gert hjá Eddi og nóg pláss hérna úti í vinstra megin. Eddi tekur sprettinn.
Hot, Já, vel gert hjá Eddie. hann að koma ferskur inn. Já, hann að berast fyrir sínu hér. Nú vil ég bara sjá Grindvíst mark svo að við getum farið að horfa upp á skemmtilega lokamínútur. Kemur hotspinnan og þetta Marko fær hann þarna. Kristoffer Konráðs tekur hann niður og flikkar hann og sigur hann hér kominn og hann fer fekar auðveldlega niður og þeir leggjast bara niður. Og inn á kemur sjúkuþjálfarinn, hann að þetta er bara léleg leifstöfnun. Þetta er ekki höfuðmeiðsli, það er ekkert á honum. Já, hann þetta hleypur hann út af. Þetta er bara svo einfalt. Já. Ef menn eru ekki rotþærinn á vellinum, hætt að stoppa. Ef þú ert fótbrotinn, þá er þetta ekki lífshættu og þú ert jafn fótbrotinn 10 sekúndur seinna, skilur ef boltinn fer út af. Hér eru Grindvíkingar smá sofandi. Það er gert hjá Marko, stígur bara Alexander gjörsamlega út. Hendi. Já, þetta hendi, hann sér nú bara ekki neitt hann Pétur. Nei. Sólin blindar þetta aðeins. Það er skipting hjá Grindavík. Alexander Veigar að koma inn á, Dagur Hammer fer út af og sömulegis Martin Montipo kom inn á. Vantarlega fyrir, já, koma báðir dagarnir út af hérna, Dagur Örn Fjellsteð og Dagur Ingi Hammer. Gaman að sjá Alexander Veigar aftur í liði Grindavíkur. Það liggur Gauginn eftir, fekk hérna höfuðhögg. Þetta var olboði. Já. Grindavík er bara komið þá í 2 sendara kerfi. Gert hjá Gauði á miðunni og þetta var huggulegt hjá Kristoffer. Og hérna er hann, Tómas, enn áttur að taka með sér þegar hann er bara með leikmann við hliðina á sér. Það verður að gefa boltan bara á Samir þegar þeir eru í boði. Kemur sending hérna fyrir Eddie einn á sjó, reyna að flikka honum á Símon, Grindavík á innkastið. Þórsararnir svona færa sér neðar og neðar. Já, sáttir við það náttúrulega bara. Erum ekki nú að skapa alveg nóg mikið. Vantar svona herslumuninn. Og Eddie með skot en þetta er auðvelt fyrir Aron Birki í markinu. Skot fyrir gjöf. Já. Lítil hætt á ferð svo sem.
Þarna er hann líklega hann kemist í gegn, þá Martin hér út í vinstra megin. Hann geysist bara inn upp kantinn á fyrirgjöf og hann okkur miskilningur þarna milli varnarmanna en Aron Birkir grípur boltan að hann skapast frekari hætta. Tímyndur eftir að venjulegum. Já, hér er Gaui bara allt of seinn að skila boltanum á næsta mann. Þetta var fínt skotfæri. Eða bara mjög gott skotfæri. Enn og aftur erum við að skapa okkur vandræðin sjálfir. Hvernig ætlum við að fara upp? Sko? Ætlum við ekkert að vinna þennan bolta? Já, hann kemur loksins eitthvað. Varst svona eins og þú segði, hann var bara býð eftir að fá aukaspyrnu. Einhvern veginn vinnum við ekki þennan bolta. Þetta er svona mjög ljótur fótboltaleikur akkúrat þessa stundina. Og Símon vinnur ekki að halda boltanum inn á. Þetta er svona smá rusl mínútu akkúrat núna. Já. Nú held ég að Pétur þurfi nú að fara að henda einu korti á Þórsarana. Þeir eru mjög gjarnir á að reyna að taka sér eins mikinn tíma og þau vilja í þetta. Hér er nú... Þetta verður rangstæðar. Hann er sofandi hérna á flagginu. Það vinnur Grindavík boltan og hér kemur Sigurjón. Þetta er ljót tækling. Þetta var alveg kortir og sein tækling. Já, það er bara professional brot. Já. Sko, en náttúrulega, 87 svona broti var. Við erum ekki ennþá skilur komnum með liðið í balans. Já, þetta er eiginlega svolítið klaufalegt hjá okkur, verður að segjast. Vel gert hjá Tómasi, þannig fekk hann nú líka það verður að ráðast á hann að bolta og einhvern veginn fer hann bara að skalla hann aftur fyrir sig. Þetta er bara, það er ljótt að segja, en við erum bara ekki nógu hungraðir í að vilja eitthvað út úr þessu leik. Boltinn er 15 sekundur á loftinu og það dettur engum í hug að hlaupa í áttina á boltann. Það er búið að færa Marko inn á miðuna. Guðjón kom inn að aftastur. Það enda tóslið er ekkert að... Þeir eru ekkert að reyna að gera eitt neitt. Hér er tótt tækifæri. Og það er eins og að... Já, Þórsararnir ná að reynsa þetta út á kantinn.
85 komin á klukkuna núna. Þannig að Grindvíkingar eru svona tíminn að renna frá þeim að fara að gera eitthvað í þessum leik. Platan. Þetta er vel gert hjá Viktori og Alexander. Kemur sending fyrir, þetta er flottur bolti og boltinn dettur yfir á Marko. Og þetta er frábært mark hjá Marko Vardic. Frábært mark hjá Marko Vardic frá Slóveníu sem er búinn að vera frábær í þessum leik. Hann heldur áfram að skora við Grindavík og staðan 1-1. Þetta er bara svona típist. Við erum búin að spila hérna með einhverja gæja hérna 85 mínútur. Hann er bara mættur inn í bóks á svæði sem er hættulegt. Boltinn endar hjá honum og hann skorar. En í hinn 85 mínútur höfum við aldrei verið mættir á þessu svæði. Þeir senda hann eins og er aftur upp á í afsend eða hvað. Þeir fara í 3 manna vörn núna. Það sækja til sigurs Grindavík. Já, Marko Vardic búinn að vera að hapa fengu fyrir og Grindvíkinga. Já, hann er búinn að vera ótrúlega öflugur. Ríkalega öflugur leikmaður. Kom til okkar snemma á þessu ári. Já, nú vera Grindvíkingar eins og vera varkárir. Það er nú yfirleitt oft skorað fyrstu mínútuna eftir að þú ert búinn að skora. Og nú er skotfæri. Þetta er átt yfir. Já. En Grindvíkingar riðla hérna að fara í 3 manna. Ég er nú ekki alveg nógu hrifinn að því svona að breyta bara á síðustu stundu. Nei, Helgi sér einhverja sóknar möguleika. Já, það er allan að tækifæri, það er ennþá tími og Þórsararnir voru svo sem að tefja mikið, þannig að á nú að vera eitthvað inni á klukkunni. Þetta er nú ekki góð bolti á Tómasi. Ég er nú búinn að hrósa honum oft í sumar en ég hef oft séð hann betri í dag. Já, hann er ekki alveg að finna sig í norðanáttinni í Grindavík. En vonum að hann eigi þá góðan lokasprett. Já, hér er Martin ekki að lesa vindinn. Þetta er frábærlega teklað hjá Sigurjóni. Mjög mikilvæg tekling. Og þá er hangið í Alexander Veigar sem að hefði nátt að fá aukaspyrnu þarna. Jú, hann dæmir hann fyrir rest. Hann er að dæma hann þarna heilast. Já, þetta er kannski rétt hjá honum að leyfa honum að ná. Já, þetta var bara fínt nefnt. Leiðum halda áfram. Þá kemur nokkuð bolti frá Gauja. Símon tekur hann skemmtilega niður. Finnur Martin. Nei, Martin hörfa bara frá. Skemmtilega gert hana hjá Guðjóni og Marko í baráttu. Og þetta er klaufalegt hjá Grindvíkingum. Þetta er bara rétt. Grindavík á boltann. Langur bolti fram. Hann hittir hann ekki. Og þá Símon Logi setur Martin í gegn. Hvað er hann að gera hér? Hann elskar að hendur flagginu. Hann bara... Já, en hann var svo sem að reyna að senda hann það fyrir en... Já, ekki Símon bara skjóta þessu. Þú ert komið með hálfafærið. Bara láta vaða. Já. Kemur langur bolti fram. Kristófur skalla frá. Það fari í bakið þarna á honum. Þetta var svona eins og enn og aftur sparkar Alexander boltanum í burtu. Augljóst. Og það verður. Þetta er svo skemmtilegt. Þarna fær sóknarmaðurinn sem er eiginlega að brjóta af sér að njóta þess að hafa brotið. Já, þú veist. Þeir fá að nikka boltanum í burtu, hittu þetta, skilur, og þú ert að elta einhverja
einhverja sentimetra. Já. Kemur langur bolti inn frá Marko, hann getur kastað. Það eru 5 mínútur sem bættu við hér á Stakkaðuvelli. Það var nú ekki best tekna engastið sem ég séð. Nei, það var að henda honum betur upp í vindinn, eða inn í vindinn. Það kemur aftur sendingina fyrir Darra Dans. Og hann stoppar hérna leikinn þegar Grindavík er að vinna boltan á, já, hérna hér Pétur. Já, Pétur var hérna þess að horfa á þeir svo sem skýran hafa stoppað leikinn, það voru höfuðmeiðsli. Þetta er átakalega leikstjórnun á Pétri. Átakalega. Þetta er skrítið. Grindavík með boltan hérna í kjörstöðu og aðeins leikurinn er stoppaður og markmaður með boltan. Já, já. Þetta finnst mér vera með ólíkindum. Býtum við, hér er Grindavík á boltan. Þetta er bara, svo leikmaður kom strax aftur inn og þetta er að taka sér reglur. 3 mínútur reglur bara beint út. Því hér eru Þórsararnir komnir í góða stöðu. Og vel gert hjá Kristófer sem að ver skotið. Þórsararnir svo sem ekkert að drífa sig beint. Nei, þeir eru sáttari við stígið heldur en við. Já, klálega. Grindvíkingar, við þurfum að vera vakandi, við höfum ekki verið að fá okkur mark hérna. Aukaspyrna. Kristó ætlar að lúðra þessu fram. Sparkar þessu upp í vindinn og þá er Marko í skallabaráttunni og hann vinnur þetta sjálfsögðu, kemur boltanum á Alexander Veigar sem bara hingrar eftir boltanum. Hann var nú maðurinn laus við hliðina á honum. Og svo skrítið spyrna út af. Já, 92,5 liðin og svo kannski eitthvað aðeins í viðbót. Þórsararnir er boltan. Það getur þetta áfram með leikinn. Nei, og hann dæmir síðan á þetta. Ég er nú ekki að sammála þessu. Þetta var lítið. Já. Það er samt bara svona klaufalega brot, bara léleg vörn. Já, bara í snæði fyrir að skýla bara, þá óða hann út í mannin. Það komið 93,5. 93,5, já. Og svo það er eitthvað sem þarf að vera klára á 16. Hann vantar ekki til skotið bara. Það myndi vera allt aftalega. Og það var á línu hér. Varðalínan á að vera svona 2 metrum hærri í svona þeirra undanvindi. Já. Hleypa með allt á náldmarkinu. Þá fá Þórsararnir annað séns og fyrirgjöf og þessi er allt og löng, þannig að þessi rennur út af eða hvað, já. Markspyrna, Grindvíkingarnir snöggir að taka hana. Og Kristófer boltan kemur honum við völlin en ekki lengra heldur en á næsta Þórsara sem að vill nú bara fara niður. Nei, hér er nú Pétur að dæma enn aukaspyrnuna. Og Þórsararnir, það eru komnar 94:41 á klukkuna.
og við erum að vera miklu fram með línuna, við erum ekki detta niður á tek. Þarna var Aron Dagur stálheppinn, þetta var bara vel sparkað þarna hjá. Kemur sending fyrir, þetta beint í hendunar á honum og hann að fara að flauta þetta af sýnist mér. Hann er 1-1 jafntefli á Stakkavíkurvelli niðurstaðan hér í leik þar sem að Þórsararnir náðu forystunni með marki frá Mark Rochester Sørensen og svo var það Marko Vardic sem að jafnaði leikinn undir lokleiks með frábæru skoti sem var algjörlega óverandi fyrir Aron Birki í markinu. En já, þetta var nú bara eins og þú spáði fyrir leik, jafntefli. Já, þetta er bara, aðstæðnar eru pínu erfiðar, en þannig að svona kannski eins og svona oft áður í sumar. Bara, við erum að spila ekkert illa skilur en bara, við erum ekki að gera nú, það bara vantar peskleika, vantar hungur. Já, samt verður að hrósa liðinu fyrir að hafa þá allan að ná að koma tilbaka og ná stíginu. Já, það hefði verið hræðilegt fyrir okkur að tapa þessu leik eins og það var sko, algjörlega hræðilegt. En já, við Orri Freyr Hjaltalín þökkum þá bara kærlega fyrir samfylgdina í kvöld og minnum þetta á að það eru fleiri leikir í gangi í Lengjudeildinni í kvöld sem er hægt að finna inn á YouTube-síðunni hjá Lengjudeildinni. En ég heiti Jón Júlíus Karlsson, þakka kærlega fyrir samfylgdina í kvöld, þangað til næst. Verið þið sæl.